Kanilstangir. Nei, Stir that shit. Stir that Hó, shit. what's it all? Oh my god, strákar. Jóladrengirnir mínir. Já. Þið voru að búast við svíper kannski. Hátíðan svíper. Já, ég bjóst við honum. Æ, ég er ekki búinn að standa mig sko. Það ég er ekki búinn að vera að standa mig í svípergerð núna. En er það mitt mál? Já, það er mitt mál. Já, það Pínu. Aðeins tæknilega séð. Já. Svolítið mikið mér að kenna. Akkur er smetlinn á þau þegar þú talar? Það smellur í mér, ég var bara að lækka hans í mér hérna. Það er flott. Það ekki? Nei, tjó. Það tekst ekki hann upp. Þetta er eitthvað. Ég veit ekki hvað þetta er. Við skulum ekkert spá í þessu. Nei. Flott. Hæ strákar. Hátíðar þáttur. Já, það ilmar eins og hátíð hérna. Heldur betur. Já, þið sem eru með framtíðar útvarpstæknina og getur fundið lyktina hérna, þá vitið þið hvað ég á við. Því það eru jól. Það eru jól. Það er aðvenda. Það er fjórði. Það er fjórði í aðvendu. Þjóðlögt smilja. Talja! Það er þjóðlegt með það. Láttu þetta vera. Hefðu pjappaðu. Því að við erum hérna, drengirnir konur saman til þess að halda upp á hátíð og þátt. Og á 4. mæk. Á 4. mæk er nefnilega nýr karakter. Skemmtilegu maður. Skulum kalla hann Hef ég heyrt? Ísak. Sáttu það. Gaman að sjá því hérna. Takk fyrir. Virkilega gott. Takk fyrir að bjóða mér. Bara, Já, verður takk hérna fyrir velkomin. að koma. Við tökum ekki ábyrgð á því sem gerist hérna varandi hitt orðspor og svona Nei. Nei. framtíðinni. Þetta er bara á eigin ábyrgð Já. að vera á gráu svæði hér. Ég skrifaði undir það. Já. Það er víst. Gott. En við erum með svolítið skemmtilegan þátt í dag því að við eigum ekki bara að hérna Vind og grúti í þeir þetta. eru tilbúinir að smakka Snack. svolítið nýtt. Já, hvað vita hlustendur um? Þeir veit ekki neitt Þeir veit ekki neitt hvað við erum að smakka. Nei. Það í fyrra, hvað gerum við þá? Það var jólakökusmakki. Jólakökusmakk. Óvenjulegar jólakökur. Já. Óhefbundnar jólakökur og núna erum við með hefbundnar mögulega í framtíðinni jólapítsur. Það er ekki mikil hefð fyrir jólapítsum en við erum að reyna að starta það trend þannig að það verði hefbundið. Já. Já, væri ekki, við allavega hérna tölum hvað er á pítsunum og hérna útskýrum og kannski er þetta flopp skilur með einhverja pítsur. Já, við erum með 3 pítsur. Við erum með þrjár Það er gerðar pítsum. engin eins. Nei, Engin eins, nei. ekki neins. Reglurnar voru bara að hafa þetta jólalegt. Jólatengdar pítsur. Jólatengda pítsur. Já. Og það er það sem við erum með. Já. Eigum við að dempa okkur í þetta? Ert þú spenntur, Ég Ísak? er alveg Þetta leit vel út, Og ég sko. elska jólin, sko. Já. Já, jólapeysunar sem að... Já, heyrðu. Þetta er í fyrsta sinn sem ég fer í jólapeysu. Já, ég held Finnst þessi- líka, ég man ekki eftir hvort ég hef farið í jólapeysu á þig. Kötturinn. Þetta er alveg, Þetta var ég. þetta er eitthvað, Þetta er alamerískt, þetta er ekki gert hérna á Íslandi. Ameríka. Bretland. Bretland. Íslendingar eru ekkert mikið að gera svona ljótar jólapeysur. Já, Nei. ljótar. Þetta er að byrja hérna. Já, þetta er að byrja. Já. Maður sér þetta svona í svona staffapartísmyndum hérna, þá er búið að klæða upp allt starfsfólki Já. stærri yngur Við búið. náttúrulega öpum allt upp eftir Amerikanarum, sko. Já, Já, það er bara þannig. Skemmtilegt Þetta er þegar- bara eitt af því. Þegar vinnarhópin okkar byrjaði að hafa hérna, höfum minni svona árið svona jólapeysu fóru strákutin allir út í Netto, keyptu sér allir eins peysur. Já. Þeir eru ekki verið í eins peysum. Nei, þeir vissu það ekki. Það var ekkert annað í boði þá, sko. Þetta Já, var bara fyrstu jólapeysurnar, bara Já. fyrsti gámur, allar eins. Já. Það var eitthvað 5 í bláum peysunum og 1 í rauðum Já. peysunum. Það er svolítið heitt hérna inni. Talandi um Það er hita. það. Pítsur. Þá ætlum ég að ná í Þú fyrsta. ætlar að hérna, hæp tónlist. Eigum við að tala um fyrstu pítsuna sem að þú mátt velja. Eigum við að Ég byrja á... ætla að byrja á minni. Eitraði vel fyrir ykkur. Byrjaðu á Geira því að þú þarft að útskýra þína pítsu. Já, mín er líka svona hálfgerð forrétta pizza, þannig að Já, Ok, byrjum á hans. og mín er hérna, þín er meira dessertpizza myndi ég segja. Nei. þú mátt velja. Með einu kryddinu þá er þetta pínu dessert svona. Já, með þau krytti þá er þetta dessertpizza. Viltu Já. útskýra hvað er á þinni pítsu, Geir? Já, sko, á minni pítsu. Ég var alveg í smá vandræðum hvað í skrambanum ég ætti að setja á pítsuna. En ég leitum í Netto og fór að hugsa svona hvað er svona jólalegt. Ég hugsaði hvort ég gæti gert eitthvað svona laufabrauðstengt, svona kröns. En ég hugsaði með að það geti verið svolítið þurrt. Ok. Og en svo sá ég og hugsaði hvað hérna af því það mun einhver nota hangikjöt. Og ég var búinn að heyra að þú erir svona að pæla í rjúpunni. Já, ég misti það út mér. Þannig að þá hugsaði ég með mér að ég ætla að gera eitthvað svona forréttar dæmi. Já. Og forréttar á jólunum heima fyrir mig sko, er oft svona grafinlags
og einhverju ostar Já. og svona pati. Einmitt, hvernig pati er þetta? Þetta er jólapati, búið til bara, sko, þeir nálgast jólin, bara sker á háls, taka lifrin út. Vá! Sjáu, ert þú pati maður, Ísak? Já, Þetta það lítur... er bara, þú veist, ef það er gott pati þá er það gott pati, sko. Já. Er þetta hreindýra eða... Já, ég held að Já. þetta sé að þetta er ég held að þetta sé hreindýra og grísapati með gröfnum laxi. Sósan er hátíðar graflagssósa sem er notuð hérna undir þessu. Og en það þarf náttúrulega að vera smá holt á þessu. Það eru líka mandarinu sem ég hugsa með mér að sé svona forréttar dæmi. Það er alltaf eitthvað svona mandarínast á jólunum. Þannig að það eru mandarinur á þessu. Og svo er jólaostur fyllingin í endanum. Það er einhver hátíðarostur sem var á 50% afslætti í Netto. Skorpunni. Fylltirðu skorpuna? Já. Það er málið sko. Það er snill. Takk fyrir þetta, takk. En ég veit eins og Já, ekkert hvernig þetta bræðast. Heyrðu, eigum við að bara dembum okkur í þetta? Smjata í maginn. Hvernig deg er þetta? Er þetta Netto deg? Þetta er eitthvað Netto-deg. Já. Þetta er bara keypt í Netto. Sko, mér veist, mandarinu bitandi vera, það er snillt að sjá mandarinu á pítsu. Sko, Út með annars, inn með mandarinu. ég er einhver hafið þið heyrt graflax eða pati á við erum að tala Já. Ítalið myndu drepa okkur núna Graflaxa pati. þykkur botn Mandarinu kemur vel út. Þetta er alveg þeng, sko. Hey nú Oh my god Hvað dó? Ekkert Hver dó? Það var bara eitthvað í tölvunni Það kom svona dólur. Það var bara eitthvað jólabjöllur Nei, varst þú að tengjast? Nei, það var þetta kom upp í tölvunni. Sko, ég er ekki búinn að mandarínur Eru þið búin að smakka með mandarínunni? Já. Það og patið kemur skemmtilega út. Þetta er svona sætt og salt kemur saman. Salt and savory Nei, Nei. ó, sjó Það er annað Heyrðu Sko Ætlum við að gefa þessu einhvern Ég held að þessi tvær einhvernir. Ætt eða ekki. Ég myndi segja að þetta er þrælætt Þetta er mjög vel gott ætt, sko. Þetta er svolítið skrítið Þetta er En alveg þetta skrítið. er alls ekki vont. Nei Heyrðu, já. Þetta er ekki svona vont eða venst, þetta er skrítið en það venst. Já, Svona öðruvísi. Og grálaxinn. og að hérna elda grálagsósuna með Já. Hún kemur geggja vel út. Já, hún er bara svona botnin á sósunni. Nei, botnin á pítsunni. farið svo í skorpuna og Já. Komið á Já, á skorpunni setti ég líka smá vaniljusykur og hérna múskat. Ó, múskat Það má ekki vera ómikið múskat En það kemur mjög vel út Múskatið Hvað segir þú, Ísak? Ef að hafa Hvað ost settur í þetta? Hátíðarost. Hátíðarost. Ég veit ekkert hvernig hann er gerður. Nei, þetta er jólapizza með hátíðarosti og pati. Oh my god, þetta er gott Ég held að þetta sé fyrsta skiptið sem ég er að borða með ykkur og ég er fyrst með matið minn. Sko Þetta, hvað ég var að gefa frá 1 til 5 eða Sko Stjörnur, Já, gefum stjörnur. Stjörnur, ok Er þetta jólalegt? Já Þetta Þetta er alveg jólulegt. Já. Allan daginn. Ég myndi Ég myndi ég myndi hana alveg aðra. panta mér þessa pizzu, sko. Já. Hvað myndi maður Það er kalla alveg það? Hvað myndi það heita á hérna Shaken Pizza? Já, Pizza and Shake Þar eru þeir svolítið mikið að Já, þeir eru Gera alltaf að prófa eitthvað svona. Þetta væri akkurát markað fyrir þá að fara í Já. eitthvað svona jólapizzu, sko. Guðborinn Geir. Guðborinn Geir Grafinn Geir Herru, við hefum nú 2 sortir eftir Ef að sort Og það finnir að það eru 8 sneiðar á pítsu, þannig að við getum fengið okkur Sko, ef þetta er forrétta pizza, þá ég er til, sko. Fá eina svona í forrétt. Forrið Það á er ekki pizza slæmt. Væri hún ekki bara svona lítil? Og þetta er svolítið staðsum. Þetta er svona Allir fengur bara svona 5 tómu. Já Herru, er ekki mjólk hérna í bóði? mjólkinn að það. Mjólk í búðinu Bollar. Herru, það er nú ansið langt síðan við vorum með þátt síðast Við erum að tala um Mikið búið að gerast hjá öllum Herru, það er bara margt í gangi Sumt sem við getum talað um þakka ekki og það var myndavel að fyllast. Það er kort hér. Ha? Kort er í fullt kort. Það er mynd á korti hérna. Já
Þannig að þá er það Þín, Það er mín Sami, það er svona og bara snúðu þessu rookie í bili. mistake. Tjótamati Tveir er og tveir. bara þetta sinna Það er bara svona Er ekki bara svona? Hér reddum við öllu, hér er jólagleði við völd og jól í sjónvarpinu og jól á plötuspilaranum og jólahundur hérna Hún er það er að kaupa hérna jólapeysu hana næst Já. Já, Hafa hundana jólapeysu Hundurinn minn hétt litli á svona snjókalla helgala Já og svo á bordikólinn hann á svona Little Santa's Helper onesie Nice það er líka að fara að verða vinsælt að fólk sé að kaupa svona galla á hundana sína Hunda á jólapeysu. gallanum. Mér finnst það gegga. Já. Ég stið þá hugmynd. Ég líka 100%. 100% Hunda og kattaprósent alveg. Herru, má ég byrja að gefa þessu stjörnu? Byrja þú Ég mæli með, Geir, að þú skrifir uppskriftina niður eða bara selur þetta sjálfur, þú er Eða náttúrulega bara business ekki. maður mikill eða ekki þú er að hérna, kaupa engalífa á þessu eins og flossdansi Já. kaupa, já grafin Geir og floss dans Já. Já, ég, sko, þetta kemur mér á óvart. Ég var svona pínu efins þegar ég var að setja þetta á pítsuna. já, áðan, ég neldur því Já, mjög svo. Já. hvað er að gera þetta? Já. Ég Þú ætla ekki náttúrulega ert vanur að eitra fyrir okkur þannig að þetta var ekki neitt fyrir þig Já, og ég hugsaði um það. Ég hugsaði, get ég eitra fyrir strákur? Þetta er að vera fullkominn tækjafæri Já, en það eru jólin, þannig að já, það er svona, Ekki fyrir áramótum já. smá pása, ég ætla að gefa þessu 4,5 Ég er mjög sammála því. Já, þetta er 4,5 Já, takk. Ég var líka hræddur að sko mandarinnar myndi vera eitthvað overpowering sko. En það bara, Já, ég hún var held svo að lúmsk. Já, ég held að mandarinn sé bara fín, bara svona almennt séð Já, upp á sætu, Já. svona í staðin fyrir hérna ananas. já, hygglust. Ég er ekki mikið fyrir ananas og pizzu. Þvert Ekki heldur. Nei. Ég held að vera svona, ég fíla ananasin þegar er eitthvað svona extra spicy Já. að fá svona sætuna. Já, jalapeno og ananas eða eitthvað. Já, eitthvað hannig. ég er samt ekki þar það er stundum að vera rosalega eftir í hvernig skapið maður reyði sko Hvort maður fá sér ananas eða ekki. já, Ég er alfara á móti. ég er mjög Ég er sjaldan ekki á í móti fólki sem ananas fær sér ananas og Nei, pizzu nei, en ég ger það ekki sjálfur. nei, Þetta fólk sem fær sér ananas. Það var bara heima þessi já heyrðu, allar að frussa ég mat hérna í mækin svona skemmtist hérna dýr í mækin Þá er frussa það ég brauðsniðin í hann þín pizza Já, segðu okkur frá pítsu nú ætlum við að tala aðeins sko hérna hún, amma mín, já, heyrðu, getur náði uppskriftin á hérna Er þetta pítsu ískápi- uppskrift ískápi. frá ömmuðinni? nei, Það er magnað, það er alveg þrælmagnað. hann hérna, pappi skrifaði hérna uppskriftina fyrir mig hvernig þetta var gert, hvernig amma gerði þetta í gamla dag eða svona, sér hana? Stendur rjúpauskrift, gera eins og amma Já, Er það eina sem það er eina sem stendur rjúpu uppskrift, Já. gera eins og amma Gera eins og amma. þannig að Þess að því að Taktu það með þér inn í lífið. þetta hjálpaði mér mikið sko Já, þá bara, ég hendi þess að rjúpum í pott Já. og gerði soð úr beinum og sauður henni rjúpunar sko já, og mér finnst það einhvern veginn sumir segja, já nú skaltu ekki sjóða skal þér segja villi bráð einhver segir það sko en bara mauk sjóða þetta þá hérna farðu líka góðan kraft og sósan, rjúpusósan sem að er í rauninni bara gravy Já. er, Úr soðinu þá. já, það er bara rjúpu gravy svo er ég með sem sagt, gorgonzola blá ost og það er mjög hérna það er mismunandi hvernig fólki finnst sá ostur Já. hakkaði fyrir heyrðu, en botnin er þetta er svona flatbotna pizza sko. já. og eldbakaði botn ég ætlaði að sem sagt, fara til þeirra upp í hérna La Colina tjóðlega við heitt hérna Nota opninu þeim. La Colina, já bara fá deg hjá þeim og eitthvað Já. en ég endaði bara að kaupa þetta í bónus þá var bara svona Næsti bara við. já, næstu bara við heyrðu, svo erum við með hérna brúnaða kartöflur og það er bara gert á gamla mótan eins og amma gerði Já, gott að hafa þér þessu uppskrift, það er alveg já, þessi uppskrift sko hún Gera alveg eins og amma. hérna svo amma Já, svo erum við með, já, gorgonzola og rjúpu sósan er gravy og það er eitthvað svona sult og svo er ég með hérna sultutau Já,
sem er risbæri sulta. Gjör það svo vel. Erum við með hype tónlist hérna? Ég er pínu smeykur hvernig þetta á eftir að koma út. Ég myndi ekki vera smeykur við það. Ekki? Nei. Ég meina, jú, verður smegur. Þetta er alveg Þetta er sveitó sko. Vá. Þetta er geggjað. Mér finnst þetta ekki spes. Þetta er geðveikt. Það? Já, þetta er náttúrulega bara þú að dæma sjálfa þig. Ég er náttúrulega Þú ert náttúrulega frægur fyrir það. Þú sko Þetta er ömurðis hjá mér. veit ekki hvort það sé að því ég er þunnur og á ekki að vera að borða bláost. En ég er náttúrulega rjúpu maður og þeir bara borða rjúpur. Er það svona ofurhetju dæmi það? Ég er rjúpumaður. Já, þetta er upp á þökum. Látt hann í Út í friði. náttúrunni. Já, Afsakið. velkomin út. En rjúpan smakast rosalega vel. Takk fyrir. Já, með, þetta er með, geggjað. bláa, með osturum líka. Já, já. Ég var, Og ég var að fíla segja, sko pítsudæmi. Svona eldbaka botna. Já. Botnin er bara mjög góður. Haldið að þetta myndi koma Svona þunnur og crispy sko. Haldið að þetta myndi koma betur út ef ég hefði gert svona netto deg. Nei, ég held að þetta hefði bara flott svona. Ok. Ég held að ég sé ekki að ljúga því að ykkur þegar ég segi að ég hef aldrei smakkað rjúpu. Í alvöru? Já. Sama hér. Var pappin ekki að skjóta? Skaut Ég pappin ekki? er að koma út úr skápnum bara. Velkomin út. Takk fyrir. Hætt tónlist. Já, býðu. Býtu. Rjúpumæður. Já. Rjúpumæðurinn. Já. Við höfum að fara að skipta Þetta er hætt tónlist. Skipt. Já, Ísaka minn, þú ert núna komin formlega út úr rjúpuskápnum. Já, Hvernig líður þér? Mér líður bara vel bara. Já. Þetta er bara En það kannski heyrðist ekki nógu vel, en það hljómaði eins og Samúel Halldórsson væri líka að játa laumulega að hann væri að koma út úr rjúpuskápnum. Sína Nei, rjúpusyndir. ég notaði bara tíma sko með að þið voru að skamma hann. Það heldur smakkaði rjúpið, þá svona, já, ég hef aldrei smakkað rjúpið. Já, þetta Ég við laumar náðum. því. Ekki heldur. Þú rjúpumæðurinn sjálfur, tókst ekki eftir þessu? Nei. Helviti skeir. Ég var að leita hætt tónlistinni. Já, þetta er, ég hafði eira fyrir þessu. Já. En núna erum við með semst 2 drengi sem er komnið formulega út úr rjúpuskápnum. Nú er ég mikið betni, það er núna eldað með rjúpið á hverju ári. Já. En þetta eru skorska rjúpur. Það eru íslensku eru betri. Já, hann laut að vera. Nei. Þetta er eitthvað innflutt helviti. Þetta er drullu gott. Það gleði mig að heyra. Ég hérna, Söldan kemur rosalega vel út líka. já, þurfti að vera eitthvað sætt á móti Já, sko. hún passar ostinn sko. Já. Já, algjörlega. Ég er ekki mikið fyrir svona bygglaðan ost sko. Nei. Nei. En hann er alveg, Já, finnum að hann átti ekki að vera blár. Hann átti bara að vera heill, hann er bara mjög í skáp. Sko, já. Já, já þetta er frá því síðustu jól. En gorgonzolan er svona mildur, rjómakenndur, blár ostur. Mér finnst allt í lagi. Hérna. Nú er ég á smaukur mína, sko. Þessi Það er er góða. rosalegt hæp á baku þessa pizzur. Ég ætla samt að gefa henni bara hérna 2,5. Ég ætla að gefa 4. 2,5, ég gef henni 4. Ég er henni 5, minnst það gögga. Yay. Ok. Já, Já, sko, heyrðu, Geir gaf sinni ekki, þú mátti ekki gefa þinni. Þú Ó, dregur nei, þinn ekkert niður. Já, ok. Halló. Dregur þín ekkert niður. Það er ekkert algengt að fólk gerir það eða fara að kjósa sjálf sig. Þetta er Bjarni. Forsetakosningu bara, já ég ætla að kjósa hann hérna. Hann er miklu Hann er betri miklu betri en ég. Og ekki kjósa mig. Já, ekki kjósa mig. En hvað ert þú búinn að vera að gera, Ísak? Þú lítur að vinna eitthvað. Hvað starfar þú? Hvað gera foreldræðinni? Herru, ég er búinn að búa út í Bretlandi núna Nú. í 2 ár rétt rúmlega. Já. Ok. Og ég starfa þar sem barþjónn á tælenskum veitingastað. Já. Og það er bara, Viltu pluggan? geggjað. Er Vil ég þetta pluggan? í London eða? Nei, þetta er í Bournemouth Ok. sem er smábær á Suðurlandinu. Búa rétt 300.000 manns hana. Smábær. Rétt 3. Hérna kom stelpa sem að spjallaði við okkur sem að þegar við vorum að flytja út. Já, talaði við hann og Þegar við vorum að flytja út. Og hérna sagði okkar að hún væri frá London og vildi fara í svona smábæ í smá frí. Og við bara, okkur komstu að hinga. Og bara, það er bara 300 mann sem búa hérna. Og við bara, já ok, og kallar það bara smábær. Bara 300.000. 300.000, já. Það er bara smábær. Já, svona. Vá. Það er Hérna. mikið minni en London allavega. Þú er komið þá mikið til London, eða ekki?
Hvað ertu lengi ekki? 2 tíma að keyra Já, þangað? 2 tíma En við erum ekki með bíl úti sko En lest? Við erum bara með lest, það eru bara 2 tímar Já. Ykkar eigin lest, það er alveg Já Við lifum vel og hátt hann Það er flott, það er flott. En já, ég er mjög hrifinn af Englandi og hérna það væri nú ekki leiðilegt að kíkja á skreppa til þín, borða tælenskan mat. Við erum bara, Við við erum í 5 mínútna fjallað frá ströndinni sko Vá. Við erum bara í Strandabæ Við erum bara þekktu fyrir það Og Bara Kanari. hversu heitt hjá þér? Núna, Já, núna það ekkert rosalega heitt sko Bara farin á strönd og bara kósi Já, Ok En það er almennt heitt annað yfir sumri. já, það er alveg bara steikjandi hitti sko Jafn heitt og hérna inni eða? Já, ég er ekki bara frá því Perlast að mér inn Maður hefði kannski átt að vera í jólaból bara Já, Jóla tattoo eða eitthvað já, hérna hvað er það, body paint einhverja jólakúlur á sig. En alltaf við erum alltaf með jólkúlur Það má ekki sína það á YouTube. Við getum sínt okkur öðru og eftir, bara. Ó, það tala um þessa kúlur. Já, ég meina Það má ekki sína það þú að Þetta á að vera svona. Sami, við erum að tala um sko, það er 1,5 mánuð sem við vorum hérna síðast. Já Hvað er í gangi með okkur hérna? Ég kenni myrkrunum Já, myrkrið, gerðu það ekki líka síðast? Jó. Samt vorum við svolítið duglegir sko. Að kenna myrkrunum eða Já, bara almennt nei, séð að nei, vera kenna- duglegur? Það var ekki stjórnmálkerfi síðast Var það stjórnmálkerfi síðast, já. Nú er það myrkrið Það getur verið. Talandi um- Ég er að spá í menntakerfi næst Já, 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 það er klassist ekki segja fyrirfram hvað Nei, og hvað er þetta bara? Já, en stundum, sko já, svona almennt séð að maður kvarta þá kemur oft svona mjólkusamsal til dæmis já. Getur Já, verið mikið. þeim að kenna? Já. Túristarnir Sko mikill Tú- já, sigur. já. Túristar. Og mikill sigur í jógurtinu og túristar Já. Já Já. Ég var að fara í þriðju og síðustu pítsuna. Já Ég er svolítið smeykuð hann líka sko, af því að, Það er svo mikill sigur í henni já. En því að þetta er Sett bara hana er í deg úr Netto Pizzasósan Er þetta Aryan Day? Þetta er Aryan Day Every day. Ég gerði sósuna alveg bara grunni Bara venlega pizzasósu Og bætti við marinerum hvítlauk Og smá kannel Svo hægaldi ég bacon upp á malti Og svo bara rétt á henni kominga Þá bara steikti ég það upp úr pipar púðsegni Og smá Holy kannel moly. yfir Smá kannel yfir Svo var það brúna kartöflur Og hægalda lambahrampartur Allt í gljáanum Og bætti við smá kannel út af það líka Og gerði smá karamellaðist Jesus Hangi Christ. kjött Yfir allt Við erum ekki búnir Pepperoni-ostur Og í kantinum keypti ég svona jólasveinasúkkulaði Brauta niður, setti í kantinn Rúllaði upp Smjör yfir og kanelsíkur Þannig að þetta er bara forréttur aðal og eftir þetta Allt í einu. Já, ef þið eru með síkursíki bara veist, Ég er spenntur Að fá mjög spenntur þennan. að smaka sko. En ég er svolítið viðkvæmur í maður núna sko. Já, alltaf ekki, ég er í hliðinu þér Ok. Þannig að diskar Já. Ég gæti ekki klára mína. Ég sagði, þetta er bara 3 stjörnu pizza sko. Það er nú bara þannig. Strákar mínir, maður klárar ekki 3 stjörnu pizzur. Það er bara, sko, handónið. Þetta er alveg Þú ert alveg aðeins En í gær voru litlu jólin hjá Jóa. Þú Já. komst hann þetta ekki. Nei, Ekki svona stór hluti af Nei. þessum vinnahóp. nei En það var mjög gaman að hérna. Wow! Þetta Hún er alveg- bara- Þetta er sko Þetta er þryggjalaga Var Þetta er mín þetta þín? En Já, það Þetta er mín Oh man, þetta er fín Mér langar svo mikið í það Mér langar í þetta núna Og það er alveg hálfur baconmakki á pizzunni hálfur baconpakki á pizzunni. Ég var að heila menn Hendur þessi ekki bara aftur á hérna. Já, tjók. Sko, þú fjast þér valla Tiny. bita af þessu Nei, eins og ég segi, ég er svo mikill rjúpukall. Ég tími ekki að skemma sko. Þú ert rjúpum Ég vil- maður það var- Ekki eðilegja Nei. Wow. Ég er svo dónalegur Ég Hvað var er maður- strax komin nýjapörun ofan í pizzuna En það er, Gatt valla beðið það er súkkulaði í endunum Já og kanill í skorpunni. Holy moly. En mjólkin er örugglega mjög góð með þessu. Þetta er, sko, ég fíla þessa pælingu ef maður byrjar fremst þá borðar þig í 8 Já. desert bara á einum disk sem er Ósjálfrátt sem er bara geggja Já
Ég ætla að hanna einhvern tíma svona mat. Þú veist, maturinn, sko, bara, þetta allt. Já. Forrétt, aðréttur og eftirréttur á... Það bara pítsusneið. Já. Það bara forréttur, aðréttur og eftirréttur. Já, þetta er geggjað. Já. Til í það. Já. Það kemur það. Ok. Hvernig finnst þið sósan? Þetta er mjög góð. Þetta er heavy. Getur aldrei klárað eina svona pizza eitt sko. Eina 16 tómu. Challenge. Veistu, considered. Þetta er svo mikið jólinn. Það er svo mörg, svo mikið af alls konar bragði. Það gerast. Það er líka bara lyktin af þessu er bara Þetta er bara jólahlaðborð. Sattur þið 2 bita sko. Wow. Mér finnst þessi betri heldur en mín. Þessi er geggjuð maður. Ég ætla að svindla og fara hérna í kantinn árin yfir á saltum. Já. What? Ég vildi að fólk geti smakkað þetta hérna. Ok. Endurinn maður. Ég verð. Með gumsinu líka þá. Úps, grussaði mér nefnum minu. Food, all right. No. I did not hit her. Þetta er nætti. Hi Mark. Ég er ótrúlega hrjóna þessu. Wow. Jesus. Ég sem er að fara í skötuvislu. Á eftir? Klukkan, hvað er hún? Bara þegar það er hendar? Jú, prins ertu. Hún byrja bara þegar hann mætir. Já. Þetta er geggja. Ég held að það hafi samt verið mistök að fara í skorpuna fyrst. Já, gerður það? Eiga hann eftir, já. Ertu brjálaði maður? Já. Hvað er mjól? Ég er með hérna. Ég er með fullan Já, bóta mér. Bjarni var að biðja mjölk held ég. Viltu mjölk? Ég væri til í Já. mjól. Ég vildi vera að segja mér á með mjölk. Já, þetta er já, náttúrulega, þetta- stóra mistökun er að ég þarf að gera þessa pizza aftur. Já. Það er góð. Þetta er sko, ég held að pítsujól væri ekkert svo slæm. Nei. Hversu lengi væri svo hefðsamt að vinna sig upp í eitthvað legendary dæmi? Byrjum þetta núna. Byrjum að telja. Ok. Ég myndi sleppa rúbupítsjunni. Ég myndi ekki gera hann aftur. Af því að þetta á... Ég myndi taka hann með. Eða, við erum þá allavega með 3 uppskriftir af pítsu hér sem að fólk heima getur prófað að gera. Ég mæli. Og þetta svínirkar. Já. Þetta svínirkar. Bara, Ég meina hvenær klikkar brauð? Já, með áleggi. Já, með áleggi. Þetta er ekkert annað. Þetta er bara brauð og áleggi. Já. Nú vantar okkur bara, nú leggjum okkur bara í svona 10 mínútur. Þið bara hlusta okkar hljóta. Bara intermission í sportin. Og hérna. Svo komum við tilbaka á eftir með alls konar kannski fréttir. Klaustursmálið og svo var það krakkfréttir á eftir líka. Og erum við að tala um krakkfréttir? Fréttir sérst af verðinu og gæðunum á krakki? Manstu ekki eftir þessu? Varstu ekki eftir krakkfréttir? Krakkfréttir. Aha. Já. Komum við krakkfréttir á eftir. Vá. Byrjum á því þegar við komum tilbaka. Ég hlakka til það. Góða pítsur. Hvað er pítsunum? Það er líka að skipta plötu, þetta er hræðileg plata. Það er ekki jól nema þetta lag sé spilað. Velkomin aftur, fallega fólk. Nat King Cole. Chestnuts roasting on an open fire. Við þurfum að vera með svona lítill leikur. Svo fundum við upp leik í gær. Fallbeygingarleikin. Já, þetta var hörkuleikur. Ég trú ekki að, hvað var það, hálftími, klukkutími sem bara hvarf. Já. Í fallbeygingar. Fallbeygingar. Af því að ég tel það vera eina hæfileika minn. Ég get fallbeygt allt, sko. Held ég. Ég er ekki viss. Þið voru ekkert að spila hann á ungarsku. Það sem þau eru með 23 föll. Það er challenge. Það er challenge. Það er næsta challenge. Fluent í ungarskum fallbeygingum. Talast það ekki ungarsku, ég er bara mjög góð. Ég er ógeðslega góður að fallbeyga. Ég get fallbeygt á öllum tungumálum.
Chin, chan, chin. Heyrðu, Já, þú ert lest okkur fá drikk hérna, Bjarni? við erum komið með drikk og það var kona. Hvað heitir hérna miðausturlenska búðin hérna í Glæsibæ? Kannast þið vita? Á móti fæðubótabúllunni eða hvað sem þetta heitir. Þar er ung kona sem að selur vistir frá Líbíu eða eitthvað, Sýrlandi og svona. Þá erum við arabískt kaffi sem að er talið vera mjög gott kaffi, er það ekki? Já. En það er sko, en ég held að við höfum ekki alveg farið eftir arabísku reglunum þegar kemur að því að búa til þetta kaffi. Sko, ég ætla að taka Þau eru með þarna sandinn og þetta drasl. Já, neða, þú átt náttúrulega að vera með alveg sko svakalega mikið af sykri. Það er, sko, þau kaffi sem ég fekk þegar ég róti í Palestínu, það var alltaf bara svona, þú gast næstu í bitið, sko, í gegnum, bara tekið svona bita í staðan fyrir að sopa kaffinu. Bara brjóðsykur. Þetta var alveg, það var sko dísætt, en þú settir inn kardamónunar, en þú bættir síðan sjálfur við af einstæmi, á þess að vera, sko, í staðan fyrir sykurinn þá settur þú negul. Já, það eru jól. Já. Þá setur maður negulinn, sko. Þannig að þetta er svona jólaarabískt kaffi. Ég ætla að smakka þetta á mjólkurinnar. En samt leið og ég opnaði pakkan þá var svona moldar fíla af þessu. Já. Kaffinu, sko. Já, það er skrítið lyktaði líka. Ég held að þetta geti verið samblandan af hérna. Það er samt ekki, það er ekki vond lykt af þessu. Nei. En það er svona karlsmóður. Það er spes lykt af þessu. Bjarni er ekki sammálaður. Þetta er hræðileg lykt. Ég er ekki kláraði hvernig kardamómur lykta. Þetta er Mætti vera sætara. Já, ég held að sko Þetta er ekki svona slemt. Þetta er Bjarni. Þetta er ágætt. Ég myndi ekki panta mér þetta aftur örugglega ef ég færi á kaffihús. Ég held að þetta með smá sæt. Ég er með hérna pítsu eða þú vilt. Já. Mér þykir þetta sko. Þetta er öðruvísi. Þetta geti kannski mögulega verið vond en það venst. Já. Fyrir suma. Já. Ekki alla. Ekki alla. En blessaður Bjarni okkar, hann er svo viðkvæmur fyrir svona lögu. Viltu mjólk út í? Viltu smá mjólk út í? Býtu, þessi Ekki segja. Þessi rann út fyrir löngu síðan. Bjarni minni, fannst ekki kekkina þarna þegar þú drakst þið á þann? Það er nú 2 dagar eftir þess að Hann er farin. Elsku strákur. Og ekki nóg með það að þetta er ekki gott á bragði. Þegar Bjarni var að blanda þetta, Já, þá gekk það svolítið. það gekk svolítið illa. Það kom upp á sí. Hann var með pressökunu sem hlustundur kannski hafa séð á. Það getur Já, sýnt við getum þeim. Við getum sýnt bara í það. Djúðis villisa. Þú getur samt alveg pressað þetta. Ég held ekki. Nei. Nei. Ekki pressa þetta, Geir. Nei, ekki pressa þetta. Það er ekki hættuleg. Það er ógeðslega lykt af þessu. Komdu. Hlustundur, þið hafið kannski séð svona áður. Þetta er það sem við kallum pressukönnur. Þetta er mjög flókið apparat og ekki fyrir alla. Það þarf greinilega að taka námskeið eða svona til þess að læra hvernig á að nota svona. Bjarni okkar er ekki búinn að fara á þennan námskeið og þar af leiðandi náði að spýta kaffi gjörsamlega út um alla veggi. Og allt eldhús. Já, og allt eldhúsið hjá sér. Sem er alveg svolítið impressive því að ekki kann ég. Impressive. Þú veist alveg hvað þetta var. Ég heyrði bara hvað hann ætlaði að nota þetta. Sem er svolítið Impressive. Það er alltaf gott Ég er bara illt í magan. Hvað meiri pítsu? Impressive. Heyrðu, þetta var meiri viðbjóðurinn. Já. Þetta var ógeðslegt. Heyrðu, En þú shit tala með það jólulega á hann. Okkur stoppuðu ekki tónlistina. Nú er þetta banna á YouTube. Já, potið. Nei, En hvað hafið segir ég? ekkert hugsað þegar hlusta á jóluleg. Þetta var tekið af ennsku yfir íslensku og stólið lög frá Ítalíu og íslensku texti. Já. Hafið þið pröfað að breyta orðunum í lögunum? Nei. Eins og nefndu dæmi þá. Ég er með dæmi. Ég fór hérna upp á kaffihús og var bara í símanum mínum að drekka mitt Pepsi í hotninu og svo allt í einu yfirheyrði ég samtal þar sem að ung par var að tala um þetta.
og dæmi sem þeim tóku voru Snjókar falla lagið. Já. Og ég dilti mér niður og hugsaði, ok, hvað getur passað? Og svo fór að tala klusturmálið. Já. Þannig ég tók klusturjól og það var svona, ég bara búið með fyrstu tvær línurnar. Ljótorð falla, allt á alla, þingmenn drekka og skemmta sér. Það passar. Það passar. Alveg smelt passar. Já. Og þá var næsta. Kærleika og hvað breytir þú þá öðru hverju orði? Nei, sko, setja bara á byrjun. Já. Þannig held ég bara að breyta út ljóta orð í stæðan snjó. Ekkert breytt. Þingmenn drekka. Já. Þetta það að vera eitthvað kinky. Þetta þarf að vera eitthvað kinky. Drykkjustund. Nei, kærustund. 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 Kærustund, já. Ok. Þannig að þetta eitthvað sem maður getur dundað eitthvað við ef þau eru búin með fallbeigarleikin. Já, þetta sko við kunnum eitthvað leiðist. Vá, við kunnum á partíma. Við erum með jólapartíun og jólamatinn. Við ætlum að búa til svona, ekki klúbb heldur bara svona fyrirtæki. Við komum með jólamatinn og jólaleikina til ykkar. En við skilum kaffi þetta heima. Já. Og já, tökum ekki þátt í þessu helvítis kaffi. En já, hún sem sagði mér, já, þetta rosalega flott kaffi og hérna. Þetta lítur vel út sko, það má alveg það. Þetta lítur út bara eins og kaffi sko. Já. Það að drekka þetta? Já, þetta er alltaf leið. Má ég smaka með mjólk? Það margt verra, en það margt betra líka. Kingdu. Kingdu. That's what he said. That's what she said. Þetta örugglega bara versta sem að ég smakað. En heyrðu, ég það komið að því, krakkar. Já, hvað það komið að því, krakkar mínir. Hvað er það? Hæp tónlist. Krakkfréttir vikunar. Já. Heyrðu við fréttina þar sem að fáutinn keyrði á kött. Já. Sko, ég ætla áður en að ég spila þetta. Ég get ekki sýnt þetta á YouTube og ætla ekki að gera. Ég get ekki hort á þetta, heldur. Voruð þið búin að sjá þetta? Ég er ekki búin að sjá þetta. Viljið þið sjá þetta? Nei, ég hef bara búin að heyra þessu. En er þetta ekki alveg skellilegt? Sko, Er þetta viljandi bara? Já, ég er búin að heyra hvað hann gerði það er aðalega það sem hann segir, sko. Já, ekki aðalega, þú veist, en við þurfum ekki að horfa á myndbandi. En ég ætla samt að horfa á það. Samt að setja í fullscreen og láta. Við gerðum að kött. Ég tók hann og ég kastaði honum í hann. Tók hann með. Hvað er þetta helviti hérna? Já, við skulum ekki tóra á þetta. Er kötturinn? Hann keyrði yfir kötturinn, hann dó. Og ef ég lýsi þessu fyrir ykkur þá er kötturinn í skottinu á bílnum og hann er að hrista svona hausinn á honum og gefa frá sig þessi hljóð. Já, no shit. Ekki setja þetta á story. Já, ekki setja þetta á story. Það er góð hugmynd fyrir það. Já, en hann gerir það. Save þetta frekar og setja það á netið. Hann sagðist að hann setti þetta á lokaðan hóp á Facebook eða eitthvað álega. Já. Sem að, svo auðvitað, ég meina, þetta er... Setjar þetta á Facebook, þetta er allt. Já, ég meina, þó þessi lokaðar hópur, það er alls konar viðbjáður á Facebook sem að maður veit ekkert sko. Fólk að senda alls konar á lokuðum hópum, sko. En ég sá þetta og ég hefði alveg viljað sleppa því að vá, kem ég með jólagleðina. Nei, þetta eru krakkfréttir. Þetta eru krakkfréttir, sko. Og þetta voru krakkfréttir vikunar. Sko, með hvernig þér líður á ef þú keyrir á fugl eða næstu búin að keyra á fugl eða hugsaður að keyra á fugl, þá ert þú bara ónýtur. Já, það er mannskemmandi. Sko, sagan sem ég hef heyrt að bílstjórinn, sko, hann sá eftir þessu. Það voru fullir félagar sem voru í bílinu sem gerðu allan að skanda. Hann hringdi og ætlaði að láta, hann hringdi á lögguna og lét vita að það gert á eitthvað svona og þessir fá þetta, það kemur alltaf fyrir fólk að keyra óvart á eitthvað. Já. En þá lætur maður vita að maður... Já, en bílstjórinn held ég hafi verið að reyna það. Alveg klálega, sko. En hann var síðan, sko, sjálfur tekinn af lífi á netinu, ekki? Það var einhver sem, sko, það kom einhver frétta sem að vera að tala að hann, sko, hafi verið rekinn úr vinnunni. Já, það er gott, það er flott. Það kemur bara ekkert óvart
Nei, sko, bílstjórinn hafi reikinu vinn. Nú, bílstjórinn? Já. Ok. Já, og ok. Hann hafi verið sérst kallaður kattarmorðingi og það verið, hann fór í einhverja bílalúgu og það var hrækt á hann. Úff. Þetta er Ísland, ef við gerum eitthvað þá bara farað að finna fyrir því. Já, sko, við vorum með þetta ræðum þetta ég og Jón Örn og Guðni Líndal hérna, muni eftir Lúkasmálinu. Já, það var alveg svakalegt. Það var rosalegt. Sko, þar dó ekki einu sinni dýrið, það bara hvarf. Já, og fannst svo hvað? Fannst bara einhverjum dögum síðar. Já. En þá, sko, Gauri var búin að fá þá var búin að hóta lífslátti og bara öll saman. Já. Og kerta minningsatöfniðin og allt það. Já. Ég ætlaði bara að finna nafnið á þessum manni. Það var ekki bílstjórinn sko, heldur hérna sá sem að var að leika sem er hræði. Jóhann Þór heitir hann. Ef þið heitir hann þá með endilega bara skila kveðju. Já, bara þú veist, ekkit erum ekkert að íta hérna undir eitthvað ofbeldi en hann má aðeins tala við hann sko. Já, veist, ég held að hann sjá hann alveg eftir þessu. Jú, náttúrulega blind fullur og vitlaus og svona og ef kötturinn sjálfur er dauður þá er þetta náttúrulega bara sko, þetta er mjög þetta er sko, mjög siðlaust og ósmekklegt að gera svona. En aftur, sko, hann drap ekki köttinn. Þetta er, hann bara kom fram við líkið að því sko, með mikil óverðingur. En samt sem áður, það er, sko, fólk gerir mistök og eitthvað svona. Ég myndi ekki, bara viðbjóður. Já, hérna, veit ég hvað, hann fær eitt gott fyrir þennan viðbjóðsverkna. En viljið þið heyra óklára jólalag sem er eiginlega tilbúið. Þið heyrið sko, þið munið heyra hvaða svona fjallar. Það er pínu illa sungið á köflum. En þið getið haft gaman að þessu strákar mínir. Við skulum bara henda þessu hérna. Það er ekki? Hvernig það? Og lagið heitir Nú eru jólin og þetta er annað ítalskt poplag sem ég stal. Niður halaði inn á tölvuna mína, inn í download-folderinn fór ég svo, dróð það yfir í Reaper og gerði ekkert meira við það nema að sönglaði eitthvað yfir það. Er það til? Ok. Og ég á þetta að crinsa aðeins af því að það er á sumistum sko. Og þetta er ítalskt dægulag. Þetta er ítalskt poplag sko. Já. Það voru pop-a-dælu sem voru tekin. Já. Þannig að þú ert bara að gera eins og allir Íslendingar sem hafa sungið jólalög. Já, og lagið er það fólk. Þetta er það. Gráðsvæðisins og þessu ári. Fær þetta? Já, þetta er mjög gott. Mjög. Instant classic. Já.
Haldið ekki? Þetta grípandi. Er þetta ekki grípandi? Jú, Það er það sem að Ítalandi gera, Já, það sem Ítalandi Já. gera. Þeir kunna Þú þetta, náðu því. Takk, já, ég náttúrulega greip bara það sem að snildin frá Ítalíu er bara að gefa okkur, sko. En hérna, þetta er bara... En voru, sko, þessir aðlar sem stálu þessu lögum, bókstaflega sögðu þeir að þeir höfðu samið lagið? Það hefur aldrei komið fram. Nei, þeir egnuðu þessu lagið. Já, en þú myndir skoða á plötunar eða geisladiskinni eitthvað þannig, er þá höfundur... Það er ekki tekið fram. Það er aldrei tekið fram. Textin og lagið er sett sameiginlegt. Ok, já. Þannig að þeir, já, þetta er alveg ósvíðið. Já, þetta er ósvíðið. Pjakkar. Þetta eru pjakkar. En já, hér er líka hversu reiður ég er þegar ég syngi þetta, sko. Alveg brjálaðir. Alveg snældu geður. Þetta er náttúrulega skammarlegt svona að... Já. Nei, þau gerðu fyrir okkur hérna ágættir svona nostalgíu. Já. En samt sem aður þá er líka, sko, íslensku jólulögin er, eins og segir, það þarf ekki mikið, það þarf bara að segja jól. Já. Já, jólasveit, eða eitthvað. Þú stundum er með þess að ekki texti, þannig að það er bara eitthvað jóla, það er bara sama orðið endurtekið. Það er spurningu hvort að hérna... Getur þú samið jólag sem er bara, þú notar bara orðið jól? Það er spurningin að ef við förum bara og tökum eitthvað, hvað væri gott hérna, hvað er gott svona karaoke-lag? Tökum bara eitthvað, skrifum bara karaoke. Best karaoke-song ever. Best karaoke-song. Ég er með ítalslag hérna. Já. Ok. Sem ég notaði ekki. Ok. Hendum á þessu smá. Spilað þú hljóðfæri eða? Og syngur og allt, sko. Ég spilaði á píanó þegar ég var yngri. Já. Og er svona að fikta við það ennþá. En ég spila alls ekki á hljóðfæri þannig séð. En hann spilar á gítar. Já. Ég er ekki atvinnumaður. Ég er alveg syngur. Já. Þannig að með hann þarf að halda á hljóðfæri í 2 sekundur á kannan að það. Það er svolítið cool. Það er mjög cool. Það er mjög cool. Herru, þetta er ég. Hvað ítalska jólalag ert þú með sem við getum gert að instant jólalagi? Instant jólalag. Nuovi Angelia með Donna Felicia. Kannastu þetta? Já, auðvitað. Gott dúo. Komin í jólaskap, já. Komin í jólaskap, já. Það eru komin jól, já, jól. Þetta er bara einmitt að sérst. Já, það er bara textur hérna. Stendur í Karoli, sko. Halló. Hvað með ríorfi? Jóla. Núna eru jól, getum ekki, við megum ekki missa þeim. Bara jólin væru ávallt á jólunum. Jólin eru að gangi gall. Og þetta er annað bara ítalsk poplag, ekki? Þetta er bara, jú. Hvað er með það? Hentu í annað jólalag. Ok, þú veist. Já, þeir eru svona, íslensku tónlistamenni, þeir koma saman. Já, sitja svona saman bara eitthvað jóla. Og svo bara svona fyrst er að ná texta, hleypur lagið og hleypur út. Það var bara, næstu. En þú veist þess að, hvað með það? Ég held að það er svo gaman að vera í partíum hjá þessum, sko, jólapartíum hjá íslensku tónlistamennum. Hvað er þetta Ed Sheeran? Hvað er það? Hvað er? Hver er það áttur? Rauðhærði hérna. Já. Ástarpungurinn. Rauðhærði ástarpungurinn. Já. Er þetta vinsælt lag, eða? Já. Er það? Já. Hérna, jólin eru skemmtilegu hátíð og hérna... Ég myndi spila þetta í afmælinu mínu. Afmælinu? Þetta lag? Ok. Perfect. Vá. Þá erum við búin að hérna, gera... Getum við ekki bara kallað jólin inn núna? Þau eru á morgun, strákar mínir. Þau eru á morgun, annað kvöld. Ég er ekki búin að kaupa eina jólagjöf. Morgun, bara eftir... Nú fyrir hver að vera síðastur. Já. Eftir 24 tíma þá erum við bara að melta jólamatinn. Já. Herru, ég er samt með 2 gjafir. Ég átti ekki von á þér, gaman að fá þig, ekki misskilja mig. Ég er kannski með eitthvað inn í skáp sem ég get... Ég líka... Taktu bara það sem þú vilt í það. Ég kom ekki með pizzu. Þú bara velur eitthvað hérna á leiðin út bara. Stilla þessu kaffi. Bíða eins. Ég ætla að sækja hérna... Ó, viljið hæp?
Já, Já, það er ekki að hæpa okkur. Af hverju er þetta hæptónlistin okkar nátt? Þú? Já, Ó, já, það er bara þú. Við erum aftur bara eiginlega byrjaðar að semja eitthvað svona töff poplag. Þú, það er bara þú. Bara þú Jólin. Nei, bara ég var komið með sko, á meðan hérna þá var ég komið með texta og lag, ég var bara að taka það upp. Og ætlaði að gera hana live, en ég held sem að gleyma þetta í bæði. Okay. Þetta er alveg, þú sagður við máttum bara taka það sem við vildum, það ekki? Ég er til í flatskjáður hérna, sko. Já, ég fílaði svona jólabóð. Ég ætla að taka hennan, nei, það er ekki strengir á þessum gítar. Það er aukatrið. Þetta er svona... Er ekki hægt að mæma með gítar líka? Þetta er mjög góður airgítar hérna. Airgítar, já. Ekstra góður airgítar. Af því að það eru jólin, stráka mínir. Já. Á morgun. Á morgun. Þá Já. keypti ég handa þér, Sami. Sjálflýsandi, björponglaus. Já. Ég er það vel. Thank you. Þú, hann, já. Hvað djöfuls tónlist ertu með hann? Umba. Ég held að jólaplata var ennþá. Það var nýja David Hasselhoff. Umba, Geir, Konráð. Jólalagið. Já. Þetta, ég hugsaði hérna, ég keypti 2 svona, ætla eitt átt að vera handa þér, Já. og eitt handa þér, Já. svo ákvað ég eiga bara einn. Ég er svona örlótur sko. Heyrðu, ég hlakka mikið til hérna. Þetta kemur, þetta Þetta er svo kallega rassatappi. já, þetta er Með útvarpi. Þetta er rassa greiða, nei hérna, rassára greiða, sko. Ekki segja hvað þetta er fyrir hann búin að opna þetta. Já, Þetta er svartur kassi. þetta er svartur kassi. Vitið þið hver er munurinn á rasshitamæli og munnhitamæli? Nei. Bragðið. Velkomin í. Talandi um rassa. Já. Þetta er rasshára Þetta er rassára pusti, beint frá Japan, gæti valdið ofnæmisviðbrögð, Já. en það er ekkert sem að hefur verið tiltökumál í Tælandi. Þetta Nuddist ekki í augu og... Þetta er hið furðulegasta. Er þetta ekki skeggsnir þess að? Jú, þetta er skegg snirtisett Já. og hér fylgir póki með sem að hérna Sittu skeggið í. sem setur skeggið. Safnaði saman. Klippir von í pókan. Og sendu svo. Sendið til Japans eða Og ekki? þeir gera fleiri svona busta. Já, Þannig að koma þetta. Þetta er þetta er endurvinnaður. Global warming er bara myth. Já. Já, Hér í frá. Eru þakkaði fyrir þetta? bara gjör svo vel og njótið. Þið ásækið þessar smelli, ég þarf að finna góður. Ég hætti að gerist ekki í upptökunum sko. Er þið ekki ánægði bara? Og Ísak, er að segja, þú bara hérna tekur það svo vilt. Já. Þetta var jólaþátturinn. Ég verða að segja að þetta var jólaþátturinn, strákar mínir. Þetta var jólalegra gata valla verið. Hann er aðeins styttri, en þú ert náttúrulega á leiðinni í skötuvislu Já, ég sko. er leiðin í skoðu. Ég þakka fyrir þarna. Og ég þarf að hérna ganga frá öllu draslinu hérna sem við... Og þið sjáu hérna, það er verið að Það er verið að hringja reka á hérna. eftir manni. Já, það er reyka eftir manni. Já, það ekki. Ég er að laupa. Geiri frændi, komdu núna. Ég hef komið í skötu. Virkilega gaman að fá þig, Ísak. Já, í gaman þáttinn. að koma. Og hérna, á svona... Já, Sko, það sem Bjarni reyna að segja er að þekking þín á bragðskinni þegar kemur að rass og vennileg miður er alveg... Þetta Er framúrskarandi. Framúrskarandi. Við höfum aldrei fengið svona sérfræðingi þáttinn áður. Og þetta er það sem fólki þarf að vita. Já. En það er ekkert allir sem að þóra að koma inn á þátt, sko. Annarkvort fólk er feimi eða hérna... Já, hættu okkur. Já, hættu okkur, þú veist. Ekki svo, já. Eða þú veist, við höfum gert svona skandal sem hefur kannski skemmt mannorð nokkura manna, sko. Já. Já. Nefnum þau ekki þetta? Nei. Skemmðu ekki meira? Við skemmt nokkur mannorð. Við skulum ekki skemma mannorð manna svona rétt fyrir jól. Nei. Við erum búin að segja mann svolítið mikið núna. Mann. Mann. Talandum Ef við skipta yfir í jól. Þetta er jólamann. Jólamann. Jólamannin. Jólamanninn kommer í kvöld. Og færist jólalag næsta ár. Þetta er komið. Jólalag með færiskum blæ. Yeah. Herru, ég ætla að hérna plugga Michelle, ótrúlegu listamæður, listkona, höfundar rétt, klippið út. Fyrsta persóna. Michelle Bird, já. Michelle Bird, já. Frábær manneskja og Ætlum við ekki að skipta listakona. út sko jóla í staðan fyrir mann? Getum við gert það? Þá hún var sko listajóla. Listajóla. Lista hvern jóla? Já.
Nei, við skulum ekki breyta Nei, manni í jóla. nei. En þú varst að plugga, fyrir ekki? Já, bara Missing Já, Birds bara- og bara bara- gaman að því að já, ég var að dreifa plaggötunum hennar og það kostaði vist pening. Já, sagði baka það er, við vorum í afmælisveislu á henni Michelle og Bjarni eins og hér þar var að gefa fólki plaggöt, ná flott plaggöt. Rosalega flott plaggöt. Og setna í partíinu kemur Michelle til hans og ég er að selja þessi plaggöt. Það var nú ekki alveg þannig, hún hlóður rosalega mikið að þessu sko því að ég tók nú bara eitt af því að þetta var í svona glasi á borðinu eða svona Fallega vasa. bundin. Mjög fallega. Gjörðu svo vel, eitt að mann. Ég held nefnilega sko að því að þetta var á veisluborðinu sko, það sem að maturinn var, eða svona aðeins við hliðina á. Þá held ég bara að þetta væri. Í boði húsins. Já. Þetta er náttúrulega, sko, maðurinn sem gefur jólagjafir með því að bara segja fólki að koma heim til sín og taka það vilja. Er náttúrulega... Ég gaf þér ekkert jára, en þú má bara velja hvað sem Hann er náttúrulega líklegast til þess að lenda í svona miskilningi. Já, þetta var svolítið óþægilegt en það listist og hún er frábær og við hlóðum bara að þessu. Það er gaman að þessu æðislega jólapeyssur. Já. Það eru nýjar á næsta ári. Þú ætlar að vera, við þurfum bara að gera þetta, þú kemur næst líka. Já, ég til Hvað sagði ég þetta oft? Þú kemur næst. Goddammit, ég bara... Hafðu þú gaman að þessu? Já, Erum við þetta var leiðilega? mjög gaman. Nei, þetta var bara... Var þetta allt í lagi? Þetta var allt í lagi. Er þetta ásættanlegt sem jólaþáttur? Já. Þú viss? Ég Hann er bara, já, hættu. Já. Drullum okkur út. Herru, ég elska ykkur strákar. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð. Takk. Verðið skatan og góður. Takk.